hún ætlar að segja okkur frá býflugum. Gjörðu svo vel, Ásta. Ég búin að eiga býflugur í 2,5 ár og þreytist aldrei á því að lesa býflugur. Mér finnst það alveg heillandi viðfangsefni. Og núna eru komnir yfir 85 býflugnabændur á Íslandi, þannig að þið gætum þess svona alveg búist við að sjá þessa litlu kríli svona hér og þar. En hérna mynd af einni vinnubí og þetta latneska nafnið sem ég útskýri á eftir. Þetta setti ég nú bara upp að ganni, sko. Þetta eru þessar randaflugur sem við erum öll svo hrædd við. Það þarf ekki nema einu vespa að koma inn í skóla og tæmist bara skólinn. En þetta er sem sagt vespa, þetta er býfluga, vinnubí, þetta er humla sem heitir hunóngsfluga á íslensku og þetta er einhver randafluga sem maður sér oft í görðum. Mikill vinur garðyrkjumannsins sem ég sagt. En þetta er svona bara yfirlit yfir hvað ég ætla að tala um. Fyrst bara búin og íbúa þess og hvernig þeir skipta með sér verkum og hvernig þeir afla orku úr umhverfinu og hvað þeir framleiða. Fyrir aðeins í drottningahunangið og utankjarnerðir og svo í sjúkdóma og sníkla og svo í þetta colony collapse syndrom sem er að verki ellendis og vekur mikla áhyggjur. Já, þetta er gömul uppskrift. Elsta býið sem vitað fannst í Rafi og í Burma árið 2006 og reyndist vera 100 milljón ára gamalt og það er nú bara 3 millimetrar að stærð en hefur öll einkenni býflugna. En þær komu vist fram á krítartímanum, 145 milljónir ára til 65 miljón ára. Spendýrin voru að byrja að koma fram 65 miljón ára mörkin og þeir eiga býflugur og vespur eiga sameiginlega forfið og líklega voru býflugur alætur eins og vespur en núna þær sérhæfa sig í jurtaafurðum. Og þetta er teikning af hellaristu sem hefur verið dagsett cirka 15.000 fyrir Krist og hérna er greinilegt að hérna er verið að ræna býflugna hunangi af líklega búi upp í tré. En þetta er evrópska býflugan, hún er líklega svona blanda af nokkrum stofnum en nafnið er Apis mellifera sem er svolítið villandi því að það þýðir bókstaflega bí sem flytur hunang en hún er ekkert að flytja hunang, hún flytur blómasaf og býr til úr því hunang. En í búinu er bara ein drottning og 40 til 70.000 vinnubí. Þetta er náttúrulega sumartala hásumar og druntarnir eru innan við 2000. Druntar eru hvað? Já, druntar eru, ég ætla akkurat að fara út í það, sko, druntar eru kalldýr. Þessi hérna eru kvendýr, drottningin er kvendýr, tvílitna, vinnubíið er kvendýr, tvílitna, en drunturinn er einlitna kalldýr. Og hann er bara fljúgandi erfðaefni, ef skekk kynni að þyrfti að kljúfa búið. En munurinn á drottningunni og vinnubíinu er sláandi. Þær gætu þess vegna alveg eins verið systur, allsystur í sama búi. En þær verða alveg gjörólíkar og gjörólík örlög bíða þeirra. Drottningin fær drottningarhunang allt lirfustigið og hún þroskast hratt og verður stór. Hún fær vel þroskað eggjastokka meðan vinnubíið fær ekki drottningahunangnum í 3 daga sinn lirfa
hún hefur mjög vanþroskaða eggjastokka og hún þroskast hægar og er miklu minni. Drottningin breytist bara í varpmaskinu, hún verpir 2 eggjum á mínútu þegar mest gengur á. En vinnubíið getur farið að verpa. Ef drottningin drepst eða slappast, þá afléttist svona hömlur á þessu varpi og hún getur farið að verpa ófrjóum eggjum, en þá er búið alveg dauðadæmt því hún verpir ófrjóum druntaeggjum. Þannig að það bara fjölgar ófrjóum kaldirum sem ger ekkert annað en að aféta búið. Þessi fer út einu sinni á ævinni eða kannski í nokkra daga nýklakin og makast við svona 15 til 20 drunta, en þessi er piparmey alla ævi. Þessi getur orðið 3 til 5 ára gömul, en þessi lifir stutt, ekki nema 4 til 6 vikur á sumrin. Hún vinnur sér til húðar, hún bara gengur fram af sér. En á haustin, þegar skildunum fækkar, þá geta það lifað yfir veturinn og þær verða að gera það til þess að búið haldi áfram. Og það er mikið atriði hjá búinum að hafa góðan klasa af vinnubíum til að halda hita á drottningunni. Og þetta er drundurinn, svo ljótt orð, þetta er kalldýrið. Hann er eiginlega hálfgerður vesalingur. Hann getur ekki stungið, hann getur ekki matast, það þarf að mata hann alla ævi, en ævin er bara eitt gott sumar. Hann getur ekki þrifið sig, hann flýgur inn í búin til þess að fá mat og þvott, en hann er allstaði velkominn. Hann getur farið, hann er ekkert bundið við bíkúpuna sem hann ólst upp í. Hann er allstaði velkominn. Hann getur alltaf verið þörf á frjókun, á nýrri drottningu. Og hérna er vinnubíir, það er nú miklu svona nettara. Þær eru með sting, en ef þær stinga þá dreppast þær. Þær eru með sérhæfa körfu hérna til að safna blómafrjókorni, og þær eru með rana hérna til að lepja safan úr blómum, og meira það seinna. Þær eru sem sagt kvendýr og koma allar úr frjókuðu eggi drottningarinnar. Þær framleiða vax með vaxkirtlum. Þær gera allt, þær sjá alla aðdrætti. Þær byggja búið, verja það, og þær bera blómasafa eða nektar á ensku, frjókorn eða pollen og tróðkitti sem heitir propolis og er notað svona til að byggja, og þær stinga, og þetta er alveg stórkostleg mynd. Hérna er stingurinn og gögnin á bíflugunni er að koma út. Það drepast við þetta, og hérna í stingnum er vöðvar sem halda áfram að pumpa eitrinu svona til þess að maður komist örglega til skila. Og já, bara aðeins að segja hvernig þær eru innréttaðar. Þær eru, las ég einhvers staðar með 14 kirtla, en það eru nú bara nokkri sýndir hérna. Þetta er aðalega, hérna er höfuðið, miðbúkurinn og afturbúkurinn, og hérna er raninn, og það er sleikja upp safan, og hérna er sarpur sem getur þanist mikið út, og þótt að hún sé sjálf ekki nema 100 milligram, þá getur hún borið 70 milligram af blómasafa. Þannig að það getur útskipt akkur á oft svona rosalega þunga þegar þeir eru komið heim. Það stundum bara að detta bara niður í grasi fyrir framann. Hérna eru augun samsett, og hérna er heilin, og þessi hérna litli heili, hann þarf að rata og þetta er að fljúa langa leiði, 35 km radíus eftir matnum,
með þessu auga hérna þá nema það líka útfjólublátt ljós og sum blómin eru bara með eins og lendingapalla sem þær skynja, við sjáum ekki, og þær með þessum heila þá skynja það líka einhvers konar rafsegulbylgjur frá blómunum. Ef að blóm hefur fengið heimsókn af býflugu þá minnkar einhver spenna á blóminu, og enda hefur maður stundum séð býflugu sko, ef maður er í svona blómaengi, kannski fíflaengi, þá ætla þær að fara að lenda svo hætta þær við, og það er kannski vegna þess að þær eru að skynja að það tekur ekki að lenda hérna, það er búið að taka þetta blóm. Þetta spara náttúrulega tíma. Já, hérna eru vaxkirtlarnir sem við sáum áðan. Hérna er Nasonov kirtill sem er feromónkirtill. Stundum standa þær á haus í innganginum og blaka vængjunum, og þá eru þær að dreifa hérna lykt sem leiðbeinir þessum litlu nýju hvar þær eiga heima, svo það rati heim. Og við erum með 4 bú í röð og það er fljúi kross, það er sko ekkert að villast hvar þær eiga heima. Hérna er stingurinn, og það er hérna líka kirtill sem býr til eitrið, og líka feromón. Ef maður er stungið þá er það skilaboð til hinna að stinga mann líka. Og hérna er munnvatnskirtillinn. Efni úr honum fer út í hunangi þegar það er að þétta það, og hérna eru 2 kirtlar bak við augun, það eru hypopharyngeal-gland og mandibula-gland, og þeir fara í að útbúa drottningar hunangi. Og já, það er nú ekki meira. Þær eru með 4 vængi, en þeir eru svona einhvern veginn festi saman, þannig þið virka svo 2. Nú, búið gengur allt út á að fjölga sér til þess að eiga nóg af orku fyrir veturinn, og til að eiga nóg af vinnubíum til þess að búa til klasa yfir veturinn. Þannig að allt sumar eru þær að undirbúa veturinn, og líka stundum búið til svermi, fjölga búinum, og eggið er svona upprétt í 3 daga. Svo klekst það út og kemur lítil lirfa sem er sett ofan á svona drottningarhunangsdropa, og svo fer hún í hamskipt og stekkar og stekkar og stekkar, og hérna er sagt vinnubíið, og hún púpa sig og skriður út. En þetta er allt annað mál. Hérna er drottningarhylki, og það veit enginn hvort að gamla drottningin, hvort að hún er viljandi að verpa í svona stór hylki, hvort hún veit að það er verið að undirbúa alla byltingur, eða hvort það er taka bara egg og færa það. Ég hef ekki komið staðið ennþá. En ef maður finnur svona lokað hylki í búinu sínu, þá veit maður að það er vona á sverm. Búið er að fara að splitta sig, og það vill enginn lendi í því, en ég lýsi því aðeins meir og eftir. Og þetta er tíminn sem það tekur. Sko, öll eggin þurfa 3 daga. Drottningin hún púpa sig eftir 9 daga, en vinnubíið eftir 12, og drundurinn sem er stærri það lengri tíma. Þannig að vinnubíin, þau eru að klekjast 21 degi eftir að þau var verpt. Þessi hérna tala, 3 + 6, þetta er mjög mikilvægt tala. Maður þarf að fara í gegnum búin sín á 9 daga fresti í júlí og ágúst til þess að vita hvað er að gerast í búinu. Er búið að fara að sverma? Því að ef að drottning fær að þroskast í 9 daga í svona stóru hylki og maður tekur ekki eftir því, þegar hún er komin í lokað púpuhylki, þá er erfitt að afstýra sverm. Þá er allt komið af stað. Og hérna er drottningin. Hún getur stungið
en hún getur ekki matast. Það þarf líka að mata hana og þrífa alla ævi. Og hún bara varpmaskina og allir þessi hérna búkur bara 2 risa eggjastokkar. En hún getur flogið, hún þarf að fljúga út til þess að hitta trundana og ef hún klekst út og ófrjó þá búið dauðadæmt. Gamla drottningin farin og það ófrjó drottning í staðinn. Þetta svona náttúruleg bú eins og þau myndi myndast út í skógum. Þetta bara svona vaxkökur, svona óreglulega kökur sem myndast. Og í gamla daga voru menn, eftir þeir gerðu þar á húsdýrum, þá voru þeir með þetta í svona bastkörfum og þá gátu bara býflugurnar innrétta þetta bara eins og þeir vildu. Þá bara komu vaxkökurna lafandi hérna niður. En þá þurfti venjulega að eyðileggja búið til þess að ná hunanginu. Og svo komu fram nútímabú þar sem eru vissar stærðir og menn uppgötvuðu að það til eitthvað sem heitir B-space, það viss millimetrafjöldi og það stillt af þannig að leiðir býflugnanna inn í þessu eru haldið í réttu vídd, en ef það of vítt þá byrjaði bara að tróða vaxi í þetta og própolis og svona. Þannig að þetta svona verið að standa til sér að stærðina á römmunum og öllum málum inn í þessu. Og svona þetta á svona ferköntuðu römmum sem lafa svona niður inn í búunum. Og hérna sjáum við alla íbúa búsins. Hérna sjáum við til dæmis þess að klossuðu kalldýr, hérna líka 2. Þeir svona oft svolítið dekkri og augun á þeim svona samvaxin og fyrir utan búið þá hafa þeir mjög hátt, það eins og þessi alltaf auglýsaði sig að koma og fljúa bara svona inn svo lengi hérna svo bara inn, en þær eru oftast bara hérna flýta sér inn með það sem það fundu. Hérna sjáum við eina sem með svona frjókorn á löppunum. Hérna búið að tróða frjókornunum í vaxhylkin, mismunandi litur, það blanda aldrei, setja bara rautt, sér, gult, sér, grænt, sér. Og hérna er hunangi og allt hitt eru vinnubí nema þessi, sjáu þessi hérna löngu. Þetta drottning með langan búkinn sinn. Hérna afgangur af einhverju málningu. Það eru venjulega litakóðaðar eftir árum. Gulur, rauður, grænn og blár og hvítur. Og þessi svona, blandaður rammi. Hérna ungviðahólfin. Hérna eru púpur inni. Svo alltaf skilin eftir svona nokkur hérna viljandi. Það til þess að ef það kólnar í búinu þá geta þær fullorðnir tróðið sig hérna onni og skólfið svona svolítið og hlýja þessu svæði. Þetta hérna aftur á móti er lokuð hunangshólf og hérna á milli er svona blómafrjókorn og ég held að sé engin drottning á þessari mynd. En inn í búinu er alltaf kolniða myrkur og hérna er drottning sem er með rauðri málningu sem segir hvað ár hún fæddist og það eru alltaf að sleikja hana og þrífa hana og með því að sleikja hana þá fá þær í sig feromón og það dreifist allt búið og með þessu feromóni sem er svona lykt þá heldur hún öllu í skefjum. Hún bara kemur algjörlega í veg fyrir að það geti farið að verpa. En það eru ofboðslega mörg feromón til og það geti bara verið efni heila fyrirlestur. Það eru algjöru efnasmiðir. En þetta hérna Queen Mandibular feromón
kemur frá drottningunni og dregur að druntana og rófar svermi þegar þetta á að vera svermi og letur eggjamyndun. Svo þetta nason og feromón sem kemur hann út úr rassinum á þeim og laðar að og svo líka svona fæli feromón sko, þessum eiturkirtla feromón sem aðvörunar. Já, þetta hérna vissi ég ekki að væri til eins og fyrir en við byrjuðum. Þetta þær kroppa þetta úr barrtrjám, þetta svona eins og harpiks eða eitthvað sem þær nota svo til þess að styrkja búin og minnka opin ef það er of kalt úti og einangra með því. Og til dæmis ef að mýs þær hafa nú tilhneigingu til að vilja fara inn og það hafa fundist dauða mús inn í svona búum, pakkaðir inn í própolis. Þetta tróðkíti, þetta er líklega svona bakteríudreipandi. En góð lykt af því, en bragðið er bara hryllingur, alveg eins og drottningahunaungi, það er bara sko ógeð. Og það er fullt af fólki sem kaupir allt sem kemur út úr býflugnabúum, heldur að allt sé hollt. Þetta er ekki notað til þess að éta það? Jú, þetta er selt í hérna heilsubúðum sko. Þetta blómafraglarnir svo hvernig? Nei, það myndi þá vera pollen. Já. Þessi mynd, ég fann hann á netinu, þetta er frá Sýrlandi, frá Aleppo. Þar var markaður sem var á heimsminjaskrá UNESCO og núna er þetta bara hvað við segja, steinarúa. En hérna sést hunang, þetta er bara á kompunum sko greinilega, en það sést svo skemmtilega mismunandi litur sem er á upptök sín í mismunandi blómum. Við höfum líka fundið fyrir þessu sjálf sko. Í fyrra, þessu góð árið, þá tókum við hunang í júlí og það var svona kannski jafnvel ljósar en þetta. Svo tókum við aðeins meira, tókum bara pínu lítið í júlí, svo tókum við meira í ágúst og þá var það orðið dekkra og rauðara og við komum inn annað bragð. Örugglega bara vegna þess að þær voru í öðrum blómum. En hunang er hérna leið flugunar að geyma blómasafa. Ef það myndi bara setja blómasafan beint inn í hylkin, þá gæti vaxið í þessu alls konar sveppir og bakteríur og því þetta er allt of blautt. Og hunang er raunverulega bara yfirmettuð sykurlaust, 17–20% vatn og það gerir hunangi líka svolítið svona bakteríudrepandi. Þetta bara drepur bakteríu með osmósu líka. Svo er það svo súrt og það eru margar lífrænar sýrur í hunangi og eins og ég sagði áðan, það geta þær borið næstu jafnþyngd sína í einni ferð. En við að búa til hunang í munnvatnskirtlinu þá brjóta það, þá kljúfa þau súkrósa sem er tvísykra í fruktósa og glúkósa. Og næstu fá ykkur hunang, þá skulum muna það að 1 teskeið er 12 ævistörf vinnubís. Þannig að þetta eru svolítið margar heimsóknir. Og þótt það er komið heim með 70 milligram af safa, þá verður ekki nema 1/3 því hunang. En svo er þetta dularfulla efni, drottningahunang. Menn eru bara núna síðustu árin að uppgötva hvað er í þessu og það er örugglega mikið eftir enn. En þetta er svona hvítu kremkenndu vökvi sem er framleitt úr þessum tveimur hérna kirtlum og það er ýmislegt hérna í honum. Prótein, sykur, fituefni, vatn. Fitusýrunar eru svona stuttkeðju fitusýrur og það er mjög margvísleg prótein. Megnir af þeim eru 5 undirflokkar af þessu, Major, Royal, Jelly proteins. Og bæði fitusýrurnar, þessar stuttkeðju fitusýrur og próteinin hafa utan gena erfðavirkni. Það breyta virkni gena, annaðhvort kveikja eða slökkva á þeim. Og hérna er aðeins smá útskýring á utan gena erfðum.
Þetta sem sagt breyting á virkni gena án breytinga í DNA-inu og þetta kannski aðferð svona erfðaefnisins að bregðast við skammtíma breytingum í umhverfinu. Hérna er DNA-ið, svona double helix, en það hægt að skreita það með litlum efnahópum eins og metil og við það þá læsast genin, þá verður DNA-ið óaðgengilegt til framleiðslu og þetta er aðferð til að slökkva genum. Svo er DNA-inu pakkað inn í svona litningsprótein, svona histónaprótein og þau eru líka skreitt bæði með metyleringu og asityleringu. Og asitylering á þessum próteinum opnar venjulega DNA-ið og það byrjar að taka við stjórn og venjulega endar það í því að eitthvað nýtt er framleitt, það örvar framleiðslu á einhverju. En hérna fann ég á netinu, í grein, skemmtilegt dæmi hvernig hægt er að líkja eftir drottningahunangi. Hérna eru 2 systur, alveg sama DNA. Þessi hérna var meðhöndluð með erfðatækni sem slökkti á þessu hérna geni. DNA methyltransferase er ensím sem setur metylhópa á DNA og við það að slökkva á þessu þá verður bara til drottning, bara miklu stærri, þroskar eggjabú og hvað eina, þannig að en samt er þetta ekki það eina sem býr til drottninga, það er mörg prótein líka en það er þá eitthvað í royal jelly eða drottningahunanginu sem er að slökkva á þessu ensími sem myndi vera virt í viðmiðunar systurinni. Já, þetta er ekki í fókus núna ef maður tekur það á netinu. Þetta er drottningarhólf. Þau eru oftast nær það setja það oftast neðarlega á rammana og þau standa svona út í loftu og það er raunverulega ekkert erfitt að sjá þau þegar maður fer í gegnum bú og skoðar alla ramma. Og stundum búa til svona nokkuð stykki svona bara til að eiga, svona eins og hálfgerð svona bara til að stytta sér leið ef það þyrfti að fara að ala upp drottningar. En ef þau eru orðin lengri en þetta og lokuð þá er svermur í gangi. Og þetta er svermur og hann er bara eðlileg aðferð búana til að fjölga sér og hann stafar venjulega af þrengslum. Það er farið að þrengja að íbúunum, það er ekki nógu mikið pláss fyrir lirfur eða hunang og það er einhvern veginn nemur búið þetta og þau fara að koma sér upp svona drottningarhólfum og gamla drottningin fer af stað með helmingin af vinnubíunum sem eru búin að troðfylla sig á hunangi áður, þannig að maður með sverm þá maður búin að missa helmingin af hunanginu. Svo er þetta svona millibils ástand, þær hanga einhver staðar nálægt búinu meðan svona einhverju svona útverðir fara út í allar áttir að leita að stað og svo upphefst svona kosningabarátta á svermunum. Þær dansa sína áttudansa, ég hafði ekki tíma til að taka það með og eftir því sem þær eru meira ánægðar með nýja staðin þá æsist leikurinn og þær dansa hraðar og hraðar og hraðar og svo kannski er eftir 2 staðir í restina og þá bókstaflega þá ráðast á hvora aðra þá fer kosningabaráttan bara út í ofbeldi og þær byrja að stanga hvora aðra. En á þessu stigi þá er ný drottning tekin við í gamla búinu og hún þarf að fljúga út. Og þetta kom fyrir okkur í júlí 2012. Ég var heima í fríi og það var hringt á bjöllinu hádegið og nágranni sagði ég held að þið séu búin að fá sverm og þetta er fyrir utan lóðina sko, það sem snýra götunni. Fór það til nágranni?
Nei, nágranninn er svo elskulegur og hann þrífur sko hérna svæðið fyrir utan sko sína lóð og líka mína lóð, slær hérna því að bærin gerir ekkert. En þetta er okkar hérna gljámiðspill sko á lóðamörkunum og hann fór bara yfir hekkið og hengdi sig þarna. Og við hringdum í Egil Sigurgeirsson sem er formaður félagsins og sögum bara Egil, hvað gerir maður nú? Og hann sagði, náðu bara í kassa. Já, hérna Hersteinn sonur mig vildi endilega taka mynda sér hérna við svermin til að sýna sko hvað það er meinlaust sko. Af því að á þessu stigi þá eru þær heimilislausar. Þær eru ekki að verja neina hunangsbyrðir eða ungviði. Þær eru bara, já, þær eru ekki aggressívar. Það er engin vandi að ná í sverm. Og einhver vitleysingur á Suðurlandi, einhver meintireiðir kom með mynda sér í sjónvarpinu og sagði ég náði þessu hérna illþýði sem er að setja stað í íslenska náttúru og sýndi mynd af 50.000 dauðum, kannski 20.000 dauðum býflugum. Hann hefði getað selt þetta á 50.000 kall ef hann hefði haft vita á því í staðinn drap hann allt liðið. En henni kassinn og við þurftum bara að klippa hérna af greinar, skildum þetta eftir svona fram eftir degi. Þetta er nú tekið með flassi og til þess að það gæti nú safnast saman hinar sem voru komur út í buskan. Svo var þeim bara gefið nýtt heimili, þeim var bara hellt onni í kassa. Við áttum svona 2 kassa með svona römmum sem hanga hérna á köntunum. Þetta eru 2 kassar hérna í neðri hæðin. Þeir eru botnlausir sko, það geta alltaf farið upp, það geta farið fram og tilbaka og upp og niður. Og þess bæði gamla búið og nýja búið festust nógu mikið í ágúst til þess að lifa af veturinn og þau eru bæði mjög sterk. Við fengum nú ekki nema 4 kíló af hunangi úr hvoru sko, það var nú bara veðráttan. En þetta er hérna þetta ógeð sem er til erlendi sem við erum ennþá laus við. Það er reyndar fullt af sníkjudýrum á þeim, bæði innvortis og útvortis, en þetta er nú eitt af þeim verri. Og það sem verra er að þessi mítill, hann, að því hann gerir gat á dýrið og er sjálfur beri alls konar bakteri og veira, þá dreifir hans þetta er alveg verið að búið sjúkdómum. Og hérna sést líka einn hérna á bakinu og hérna er annar. Og svona lítur hann út í svona elektrónusmásjá. Hann er með klær sem hann setur undir kýtin, hérna skeljarnar á býflugunum. Hérna er útbreiðslan. Líklega er hann hér, þeir bara hafa ekkert haft fyrir því að tilkynna það. Þetta er aðeins á eyjum hérna. En það er ekki Ástralíu sem sagt? Þeir segja ekki. Og ekki Suðureyja og ekki Tasmanía. Við fáum okkar frá Álandseyjum hér sem er rétt við Finnland sem er komið með það. Noregur er nýkomið með þetta. Þannig að nú á að fara að hérna bjarga heiminum sko. Nú ætlum við að hérna fara að ala upp félagið, ala upp drottningar sko og vera örkinnars Nóa og framleiða eigin drottningar. Og við þurfum kannski aðeins að hugsa þetta sko. Við erum kannski ekki með nógu krítiska massa fyrir erfðabreytileika. En þetta eru gamlar tölur sko. Þetta er það breyttist úr 51 upp í 85 og þetta er líka úrelt. Þetta var sem sagt líklegast sko tölurnar frá því fyrra. Og það eru flest búið. Já, það er að koma. Kom hérna. Það vantar reyndar hérna nokkri byrjaði hér og hér samt hér. En það er mest hérna á Suðurlandsundirlendinu og nálægt Reykjavík. Það eru margir upp við Elliðavatn. Þeir halda með sig að þeir séu orðnir svo margir þar að þeir séu farnir að fá minni uppskeru. En það er jafnvel hérna á Mývatni var einn sko. Svo sýndi hann mynd á Facebooka sem búin að svo algjörlega í kafi og í fyrra og þau lifðu það ekki af. Má ég spyrja mitt? Já. Það sem
Ég á frænku sem hérna í Borgarfirði, þannig að þetta punktur í Borgarfirði. Já. Það lengra hana út á Mýrum. Já. Mér finnst ég að finna bragð af gullmöðru. Það möguleiki að maður geti fundið blómabragð? Þá ertu komin lengra en ég. Það, sko, ég veit að jafnvel mínar, sko, ég náttúrulega innst í Fossvoginum og þar farið Elliðaárdalinn og ég hef verið að labba þar á sumrin og með myndavél og ég teki myndaðum í Fíflum, Hvítsmára, Sigurskúfi, Þistlum, Fjalldalafífli aðalega. Maður fann að sjá umhverju allt öðru vísi, maður alltaf spila, já, gæti býflugur gott af þessu og þær vilja alltaf fara í breiður, sko, þær virðast, það er ekki svo humlunar sem bara hoppa af einu blómi í annað. Þessi leiðangur er í Túnfífil, þessi leiðangur er í Hvítsmáran. Það er einhvern veginn svoleiðis sem þær hugsa. En þetta er sem sagt að gerast erlendis, þetta er síðasta glæran. Þetta er dularfull síki, sko, og kannski er þetta bara einhver svona heila skatti. Kannski eru heila skattaður af einhvers konar skortir eitri sem drepur þær ekki en skadar þær. Sníkjudýrið varroa hefur líka kannski þátt í þessu. Síðast las ég að sveppaeitur hefur haft vond áhrif og díselútblástur. En í þessu fyrirbæri þá missa menn kannski 40% af búunum og hérna erum við að tala sko, býflugur í Bandaríkjunum og í Evrópu og sérstaklega í Bandaríkjunum þá er þetta bara stór business að eiga býflugur og keyra með þær á trukkum og nota þær í ávaxtarækt og berjarækt og þetta er farið að valda því að verð á þessu þjónustu hefur margfaldast og kannski fer það að koma fram í verðin á appelsínum, sítrónum og eplum og öllu þessu því að þetta er sko $milljarða business í þessum löndum, þessi ofboðslega intensíva ræktun. Hvað nota þeir í paprikuhúsunum hérna? Er það býflugur eða eitthvað annað? Ég held þeir séu að flytja inn býflugur sem lifa bara eitt sumar. Já, sem lifa bara eitt sumar. Er það einhver önnur tegund? Já, eitthvað. Já, þetta eru bara aðeins óvinni. Við höfum séð vespur reyna að komast inn og maður hefur séð bara baráttu upp á líf og dauða, það er bara hringsnúast kannski saman. Stundum hefur maður líka séð dauða vespur sem hefur verið hent út, þannig að þær geta varið sig fyrir þeim. Humlugreyin eru nú svo stóra og klossaðar en þær finna örugglega lyktin og eru að reyna að tróða sér inn, það er svo stórar og býflugurnar nenni ekki eins og að stinga, það er bara stangar svona. Við höfum líka fengið músanag á kassa, það var þegar við vorum með kassan upp í Borgarfirði. Veik bú geta lent í því að sterk bú fara að reyna að ræna þau, taka frá þeim hunangi. Svo þetta náttúrulega erlendis eru birnir aðalóvinurinn og skógareldar, svo er til svona einhverjir hunangsjarðar. Fólk hérna lætur ekki býflugna búi í friði, það var eitt sem var með þetta upp í Heiðmörk og það var sparkað koll og fólk lætur aldrei neitt í friði. Og erlendis eru náttúrulega fuglar sem sérhæfa sig í að éta býflugur en það er ekki hér. Svona var þetta daginn heima í garði, 4 bú. Þetta hérna er gamla búi og þetta er nýja búi. Þetta er sem sagt búi sem splittaði sig. Þetta bú hérna er líklega dauðadæmt því að við vorum svo vitlaus að kaupa nýja drottningu í fyrrasumar og svo þegar við fórum að kíkja í búin okkur einasta ramma, það var engin egg og enga lirfur, þannig að við höfum líklega keypt bara ófrjókaða drottningu og þetta hérna bú er í lagi en núna í sumar hefur líklega orðið hljóðlát hallarbylting því að hérna átti að vera drottning með litardepli en þegar var kíkt í búið þá var hún ekki lengur, heldur var komin önnur drottning og þau gera þetta stundum, það er bara hreinlega að drepa mömmu sína og koma sér upp nýrri
nýju búi, nýju drottningu. Hérna veðurstöð og þetta allt saman skráð og inn í hverjum kassa svona stór hnykill af vinnubíum og í miðjunni drottning og það verið að reyna að halda á henni hita og kannski svona 22 gráður innst sko. Það gengur allt út á að drottningin lifi og það sé hægt að halda hita á henni en sko loftið inn í búinu getur kannski verið bara innan við 10 gráður sko. Þannig að þetta svolítið eins og mörgæsirna sko, þær sumar þurfa að vera yst sko, en svo fá þær að tróða sér inn sko og koma aðrar í staðinn svolítið til þess að hita sér og við smíðum þessa palla en það alveg óþarfi, alveg hægt að láta það vera á jörðinni og svona húka þær allan veturinn og maður getur ekkert kíkt á þær vegna þess að ef maður tæki lokið af þá myndi kalt loft streymin og allt myndi drepast. Þannig að maður þarf bara á haustin loka maður búunum eftir að hafa gefið að éta. Við setjum svona kotta hérna undir með sæi í til þess að draga rakan í sig og við loftum hérna líka. Þetta allt eftir forskrift. Þetta aðal vandinn að láta þið lifa yfir veturinn. Og svo bara bíðum maður eftir vorinu og svo einhvern tímann kemur góður dagur vorið, kemur sólin skín á búin og þær koma út til að skýta. Þær búin að halda í sér allan veturinn og allt húsið útatað í litlum gulum doppum og líka rúðurnar og ekki hægt að ná þessu af, það alveg svellega og bíllinn allir útatað í litlum gulum og maður svo fegin að það að lífi að það mega þetta alveg og það allt í lagi og ef þið viljið fleiri upplýsingar þá hérna svona heimasíður og ég akkurat búið með einhver spurningar. Já, Vala. Þú sagði að drottning stingur. Drottning stingur. Stingur getur stungið, drottningin. Já. Hún drefst það eða hvað? Nei, hún getur stungið oft. Sko, ég gleymd ég hef getað nefnt það sko að við það að kleggjast út sem drottning þá var hún sko ekki með sama hugafar eins og systir hennar sem gengur allt út á að hjálpa öðrum. Nýklækin drottning bara, hún bara óargadýr, hún ræðst á allar hinnar sko nýklöktu drottningarnar og tekur það jafnvel upp úr hylkjunum og drepur þær. Með oddinum þá? Með oddinum, já. Þess vegna getur hún stungið sko aftur og aftur sko. Já. Já, ég að spyrja hvað það sem ræður því sko, eða tilviljun sem ræður því hvaða einstaklingur verður á drottningu og hvað þá meðhöndin sem til farum með sér. Já, ég hugsa að það sé sko tilvilju hvað egg verður valið sko. En já, ég sagði að það væru allar alveg eins sko erfðafræðilega, það ekki alveg rétt. Ég sagði líka að þær þynguðust við kannski 15 karldýr. Þannig að sumar inn í búinu eru alsystur og aðrar eru hálfsystur. Og maður sér það líka á búknum á þeim. Við höfum stundum séð það bara, maður þarf ekki að horfa lengi á búið sitt til að sjá að sumar þeirra eru með miklu dekkri afturbúk. Aðrar eru meira svona röndóttar. Það eru greinilega ekki allar alveg eins. En það veit enginn hvort að drottningin með í þessu sko, að búa til nýja drottningu eða hvort að það platana í þessu, veit ekki hvernig þetta að koma að staði. Já, Eygló var á undan. Ég ætla að spyrja hann svermina, því þú talar það eins og þetta væri svo mikil ógjafa þegar þetta gerist að það kemur svermur, en síðan ertu líka búin að fá nýtt bú. Já. En sko það var ekkert garantí fyrir því að maður eigi góða nágranna sem finnur fyrir maður svermi sko. Það eiginlega engin leið til þess að svermur geti lifað af í íslenskri náttúru. Kannski einu möguleikinn fyrir sverma að lifa að kannski að komast inn í einhverja tóma hlöðu eða eitthvað svoleiðis. En þetta leiðin til þess að fjölga sem að menn nota til þess að fjölga? Já, einmitt, menn það er sko hérna, þetta fyrirbæri sko notað til þess
að taka afleggjara ef þú ætlar að Já. fjölga búinu þínum og líka til þess að framleiða drottningar. En þá mátt að vita hvernig það gerist, eða hvernig það getur styrk í þess að komið drottningi. Já, það er sérstök kunst við að ala upp drottningar og það er sérstök hylki og þegar maður kaupir bú þá fær maður svona kassa með 15.000 býflugum. Drottningin er í svona plasthylki og hjá henni nokkrar þernur svona til að þrífa hana og þær eru búin að vera saman á leiðinni til þess að þær venjist lyktin af henni og líta á henni sem drottningunni sína. Og svo þarf maður að hengja hana inn í búið á krók í nokkra daga og taka tappa sem er á hylkinu og það er sykurtappi líka og hún étur sig í gegnum sykurtappan og þegar hún er komin út þá er það örugglega búin að venjast henni. Hvernig þetta safnar á Royal Jelly? Það er hvað? Ég bara er ekki með það á hreinu en þetta er stór business í Kína og það er eitt sem ég ætti kannski að taka fram, sko, megnið af öllu hunangi sem er selt er einhvern veginn frá Kína og annarkvort smyglað eða flutt löglega. Er þeir ekki þannig mörg? Þeir búa til alls konar hunang, þeir búa með sér til hunang, sko, þeir eiga býflugur sem fá aldrei fara út, sko. Þeir búa með sér til gerfi hunang með ensímum, sko. Ég held að ég sé komin á skoðun að okkar hunang sem er ekki að meðhöndla búin með einhverju maurasýru eða einhverju ógeði og hvíla þau í nokkra vikur áður en taka hunangið. Ég held að okkar síðan það lífræðin allir sem til er. Við erum ekkert að gera neitt, við meðhöndlum ekki við neinu. En flest hunang sem maður kaupir út í búð er búið að hita upp í, ég veit ekki, 60 gráður eitthvað, svo búið að ultrafiltera þetta þannig að það er ekkert einasta kannski rykkorn eða neitt til þess að geti kristalliserast. Þannig að þeir eru að kaupa svona hálfgeitt síróp, sko, sírópshunang og það er eiginlega mjög líklegt að koma frá Kína. Þeir eru mjög stórir í því og líka mjög stórir í hunangs í drottningarhunangi. Já. Er einhver alþjóðlegur litakóði eftir árum? Þetta er eigandinn sem verkir litalægum hausinu? Það er bara hérna bakið, sko, já, það er gulu, rauðu, grænn og blá. Þannig að þú þið málið á drottningunni? Já, maður kaupir sko, hérna startara, þá fær maður sko litamerta drottningu með sem segir manni á hvað ári hún er fædd, sko. Og það er með sama lit og sama ári? Já, það er alþjóðlega, já, það er alltaf. Já. Ásta, hvernig samverðar hunang? Nú varstu með þarna drottningarhunang og lax og perla og í þessum hólum. Já. Varstu að íta úr hverju hólu fyrir sig? Já, þetta er góð hugmynd, sko. Til dæmis á vorið þá gefum við þeim sykur og svo þegar þær eru búna með sykurinn þá setjum við nýja hæð. Þá vitum við að allt sem kemur í þá hæð er ekki úr sykurvatninu, það er utan að komandi. Og svo hérna bætir maður bara alltaf við hérna hæðum og í restina þá er maður að fá sko ramma sem eru hreinir, sem er ekki neitt ungvið í, sko. Og það eru þeir sem maður notar í slengivélina. Og sumir nota svona grind sem heitir Queen Excluder. Það er svona grind sem heldur, sko, litlu vinnubíin komast í gegn en drottningin kemst ekki. En svo er alls konar skoðanir, það skadar búin og dregur framvíslu. Sumir nota það og sverja við það en aðrir vil ekki sjá það. Þannig að þú tekur rammana bara? Já, þú tekur bara hreina ramma. Já, þú vilt ekki fá einhverja hausa og lappir og í hunangið. Annars væri það náttúrulega það myndi náttúrulega sanna að þetta sé ekta. Og er einn svona vél á landinu sem var? Það er ein vél sem félagið á, hún er uppi í Elliðavatni, en svo er bara fólk út á landi fara bara að kaupa saman. Það er hægt að kaupa frá Kína, kostar 35.000. Nei, jú, eitthvað svoleiðis. Svona skilvendur? Já, bara svona handskilvendur. Hvað er þetta Elliðavatn sem þetta er? Það er við Elliðahvamm, hann er Þorsteinn í Elliðahvammi sem selur hérna egg, hann er með, já,
En enginn hægt að þessi taki innan blett af þeim, það er alltaf að sleikja þau. Það hugsanlega hallabildingu getur ekki verið að það hefur bara hreinsað lánakuna á. Jú, okkur datt í hug sko að það hefur kannski bara dottið af þeim sko. En við þetta þá hrestist það sko. Það var ekki í lagi. Þannig að þetta var líklega hallabilding. Já, þið getur bara spurt í kaffinu eftir það. Kæra þakki fyrir mjög góða erindi.